Góðan daginn, ég Jóhannes Loftsson, ég stofnandi og framkvæmdastjóri í Breeding Ventilation og við erum nýtt íslenskt loftslagsfyrirtæki og við erum að þróa nýja loftslagslausn fyrir byggingar. Ég ætla hér í stuttu máli að fara í gegnum þau vandamál sem við erum að leysa, hvernig við leysum þau, tækni sem þetta snýr að og hvernig staðverkefni sem sér almennt. Vandamálin eru einhvern þrjú. Þetta eru fyrsta lagi, þá er orkukostnaður húsa töluvert dýr. Þannig að með því að þegar við hleypum loft út í gluggann, opnum gluggann, þá erum við að tafa mikið hitunorku. En ef við leiðum gegnum varmaskipti, þá losnar getur við endurnýtt alla þessu orku. Einnig ber að vita það að slæmt inniloft getur verið mjög kostnaðarsamt. Til dæmis, fyrsta lagi gagnvart okkur sjálfum út af heilsu okkar, en einnig fyrir atvinnurekandann sjálfan því að hann lendir í því að starfsfólkið þarf að vinna á minni afköstum. En þetta má leysa með góðu loftræstikerfi. Íbúðarými er dýrt og margar núverandi loftræstilausnir sem eru á markaðnum í dag eru bæði dýrar og plássfrekar. Okkar lausn hins vegar, hún er ekki plássfrek, hún er ódýr og hún er örþunn. Og það er auðvelt að fela hana, þannig að ber ekki mikið á henni. En að auki, þá hefur hann vísað góða eiginleika. Þetta er mjög sveigjanleg lausn. Það er til svona herbergislausnir eða þú getur verið með eina lausn sem eitt unit sem annar heitir íbúð. Einnig er þetta kerfi sett upp í einingum, þannig sem má púsla saman og þannig að þú getur verið með valið filter eða varmaskipti sem hentar þér. Þetta gefur þér mikið sveigjanleika. Til títi viðbótar þá hendar þessi lausn af því hún er svo samþjöppuð að það má vel innbyggja henni í gluggarana kerfi. Og þið getur séð fyrir ykkur, þú fær nýja glugga og með því byggja loftræstikerfi sem hreinsar loftið hjá þér og endurnýtir hitann. En tækni sem það byggir á, hún er mjög þróuð og þessi tækni, hún var uppalega þróuð fyrir kælikerfi tölvubúnaðar og meðalans fengið nokkur verðlaun. Og þessi nálgun sem er notuð er svokölluð samþætt hönnun, það er að segja stefnum við á mótor og blásara sem aðskilja hluti þá dreifum við með því hlutur, hún gefur við fleiri en eitt hlutur. Þannig að við svona samþættri hönnun þá getum við aukið afköst sem við fáum út og nýtingu blásarans. Fyrir þess að það fengist nokkuð einhverlega en eins og staðan á þessu verkefni í dag þá hefur við lokið í allir grunnhönnun, búið að besta þessar blásar og hönnun þessara blaða og hvernig mótorinn er og varmaskiptin. Og síðasta vor þá hófum við og náttúrulega lukum við smíði á raunhæfis frumgerð. Og mér langar að sýna ykkur hérna smá myndbrot á prófunum á því. Here you can see our test setup for the airflow measurements. These measurements are done according to standard. And you can see here how the centrifugal blower is running and we are measuring the pressure drop it creates inside the measuring unit. Airflow on one side and the static pressure using this barometer. And then we measure also the energy consumption by using how many ampere it is using and as well as the frequency which also corresponds to RPM which the blower is running at. So we can just slow this down. Go to the highest speed, it is actually this blower at 1450 RPM is blowing around 100 CFM through a pressure drop of 80 Pascal. Og það sem tekur við núna er þriðji áfangi verkefnisins, svokölluð hönnun núllframleiðslu frumgerðar.
En þetta svona mjög vönduð frumgerð sem svona sýningavara með einstæða eiginleika. Og í framhaldinu hvernig það gengur, þá hægt að ákveða hvort við förum í framleiðslu eða förum svo kallega einkaleyfisleiguleið.